Já, góður áhorfendur. Verið velkomin í Skautavöllinn í Laugardal. Hér að fara að mætast Skautavöllur Reykjavíkur og Fjölnir. Lóðbeint úr Grávoginum. Ég heiti Helgi Páll Þórisson og mun lýsa hér leiknum. Hann minni alþekktu snill. Segir svona. Þessi lið spiluðu fyrir rétt viku síðan. Minni mig. Já, kannski örlítið lengra síðan. Sá leikur endaði 5-2. Nei, fyrir ekki. Jú, hann endaði 5-2, sá leikur, fyrsti leikurinn. Hinn leikurinn sem spiluðu stuttu eftir. Hann endaði 5-4 fyrir SR. Hann fór í framlengingu. Og að mig minnir að það hafi verið Axel Orongan sem skoraði markið, seinasta markið. Jú, það er rétt. Axel Orongan átti markið sem réði úrslitum með stóð frá Níels Hafsteinsinni og Sölva Atlasinni. Hér eru bæði lið mætti leiks með fulla bekki af leikmönnum, þannig að við eigum von á hörkuleik. Aðaldómari kvöldsins Sundri Gunnarsson. Líðmenn eru Andri Freyr Magnússon og Elva Hjálmarsdóttir sem er að fara að dæma í TV-pökken í Svíþjóð núna í næsta mánuði. En nóg það. Hér er leikurinn komin á fleygiferð. Kristikinn veifuð af. Ævar lagði af stað í pökkinn í marki SR og þá er engin fristing. Axel er á styrmi hérna. Viktor sá reynda að koma pekkinum eitthvað áfram en þeir missa pekkinum. Ævar Arngrímsson kemur pekkinum inn. Og kemur Róbert Pálsson sem er komin aftur eftir einhver léttmeiðsli. Kristján Albert reynir þarna og komur fram hjá Arnari Steinsen með einhverju léttri sveiflu. Það tókst hálfpartinn. Úlfar Jón Andrésson hér með kantinum. En það er Jónatan og Tómas sem stoppar hann hér í þessu og hendir pekkjum niður. Martin Semanek hér bak við markið. Léttri baráttu við mér sýnist Egil Þormónsson. Eitthvað eru þetta orðið að glímu tökum hérna. Úlfar hér kemur pekkjum áfram á Jóhann Mar Kristjánsson sem hendir pekkinu niður í svæði. Það er Daniel sem hirðir hann upp, sendir yfir á Kára Arnars. Hann er nú snöggur. Finnst nú Emil Ollingård þarna rétt að tefja förun hans eitthvað. Og hér koma það er skot, það er rétt framhjá. Fínt skot hjá Viggo Hlyns hérna, eða bara rétt framhjá. Emil kemur undir hjóðuna. Axel komin á stað hérna upp miðjuna, siglir hérna stað og hann kemst hérna allalega framhjá.
Heiðar Kristjáðar í hóðnunni hérna. Einhver barátta hér. Það er ekki 5 mínútur liðralega leiknum og hér eru menn greinilega búnir að gefa góð fyrirheit. Esseringar eru að pressa hátt. Löng sendi gerir upp kantinn. Kristján Lambert tekur skotið. Ævar verð þetta. Ævar fyrir SR kemur pekkinum yfir á Arnar. Svo kemur þessu áfram yfir á Birkir Árnason. Þeir kemur skot. Það er framhjá. Viktor Örn reynir hann að koma pekkinum á markið en það lendir í vörninni hjá SR. Fjölnismenn missa pökkinn út af svæðinu og þurfa að endurstilla sig. Viktor Svavársson stoppar hér baka markið. Kollur rólegur býður eftir liðsauka. Kemur undir kantinn. Það er Tómas. Pökkurinn rjáttir þetta niður í svæðið SR og það er Egill Þormóð sem hirðir pökkinn. Pökkurinn lendar í höndunum á Arnari. Nú það er Bjarki. Bjarki hér siglir náfram. Hann er tekinn harkalega niður af Martin Simanek. Bjarki er hægur upp og augljósum erfiðleikum með að komast út af. Við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Eitthvað eru dómarar og leikmenn að tína af hér brotna kylfur og annað smálegt. En við fáum uppkastið. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. Martin Simanek kemst hérna út úr vörninni en þeir ná að rétta stöðan aðeins. Kári hér kemur pekkinum annars skýtur bara í dómaran. Heiðar er hérna 1-2 treyjum en það er Kári sem reynir að koma pekkinum mér á kantinn. Og þá er hér komið niður Vignir Ara. Viggo yfir. Fjölnismenn sókjarður hér. Styrmir Móknar góður í fintu þarna en gefur pökkinlega bara beint á Emil Olengård sem kemur pekkinum yfir á Viggo. Viggo reynir hérna bara létt skot á markið. Ævar ekki miklu vandrað með að verja það. Og við fáum uppkast. Það eru Esseringar sinna á stjórna þessu. Þorgils kemur pekkinum áfram en nú er hér fáum við fyrsta dómleiksins. Sýnist Þorgils liggja hér eftir í horninu. Hann skautar út af. Þeir eru að halda pekkinum vel, Sölvi og Atli. Ævar í markinu er búinn að koma sér að veistu menn en ykkur æsingur hér í mönnum. Jæja, nú sjáum við hvað Sindri Gunnars, dómari leiksins, gerir í þessu darradans. Eitt og annað hægt að flauta þarna.
Markinu hinum megin Styrmir Snorrason. Ég minnst á hann áður, hann kominn aftur tilbaka úr námsleyfi, eins og við köllum það. Spilaði með Esjunni hér áður fyrr og þar áður Birninum, uppalinn bjarnamaður. Leikurinn kominn af stað. Hér eru S-eringar á yfirtölunni, fín sending fyrir. Vel varið hjá honum, Styrmi í marki Fjölnis. Þetta var vel spilað hjá S-eringum. Hef séð menn skora á svona færum áður. Kemur Sölvi hérna, gefur yfir á Axel. Axel skautar upp miðuna hérna. Þeir eru komnir inn í svæði S-eringarnir. Níels tekur skotið hana. Först sending í kilunni á Agli. Ég reynda spegallinn. Axel með skotið. Styrmir verður þetta. Það eru Fjölnismenn sem hafa betur í þessu uppkasti. Pétur kemur hérna, hann fastur fyrir. Enda eldri en 2 vetra í hokkeybransanum. Fína sendingar hérna, flott hjá Gullá, Ævar! Þetta var fínasta samspil á milli Gunnlaugs Þorsteinssonar og Ævars Arngrímssonar. Það mátti ekki miklu muna þarna. S-eringar vinnaði uppkast. Axel hér með bökinn á blálínni, sendur yfir á Kára, sendur á Sölva, Sölvi tekur skotið. Styrmir hana vel vakandi í markinu og speglar hann inn í hónið. Martin Simonek hendir pekkinum yfir í sinn endilangan, en þá kemur Axel hér á siglingunni. Kemur hér í gegn, hann tekur skotið, rétt framhjá. Egill heldur hann minni. Þeir hér átt að vera frysting en hann hér, Kristján Albert, fyrstur maður í pökk. Það hefur líklegast verið ástæðan fyrir því að frystingin hefur verið flautuð af eða veifuð af. Tómas kemur hérna niður í hornið, kemur fram markið, eða aftanmarkið. Það er ágætis harka hér í leiknum, hér eru menn ekkert að grínast með það. Róbert hendur yfir á Kristján, aftur Róbert, Kristján Albert tekur skotið. Ævar náði að verða þetta. Ég ná S-eringar stjórn á bekkinum. Há og löng sending út úr svæðinu. Það er Jón Albert sem nær þessum bekki. Löng sending upp á Úlfar, en þar var Arnar Steinsson klár með hann. Níels sending upp yfir Ævar. Ævar er nota pökkin ganga áfram, en Andrés Úlfarsson kemst inn í þetta. Og það er frysting.
Það er Heiðar Kristjáns sem nær að komast inn í þetta uppkast. Það er Jóhann Mar sem kemst inn í þessar sendingar. Pökkurinn komin inn í svæðið aftur. Það er Tómas. Hendur bekkinum áfram. Axel er að koma bekkinum upp á blá línuna en það gengur erfilega. Það er ómarga svarta treyjur þarna fyrir. Birkir Árnason hérna spakur í horninu. Kemur bekkinum yfir á Daniel. Daniel aftur á Birki. Yfir á Egil sem kemur bekkinum áfram. Það er Viktor Sæðarsson en það er líka Gunnlaugur Þorsteinsson. Þessi er ekki að ná að halda bekkinum djúpt niður í svæði Fjölnis. Bjarkir eftir pökkin eða niður í honnið. Það er Falur sem kemur á eftir honum Bjarka. Pökkurinn komin hendan á Sölva. Sölvi tekur lúmst skot með fram ísnum. En Styrmir sem fyrr vakandi í markinu og speglaði pekkinum bara niður í horn. Sölvi kom í stjórnupekkinum. Styrmir og aftur á Sölva. Sýnir Sindri verið að dæma handasendingu, handpass. Uppkasti tekið inn í svæði Fjölnis. Það er Eskeringar sem vinna uppkastið. Birkir tekur skot í gegnum allt og alla þarna og pökkunum rata á markið. Styrmir skot og þröngu færi. Vignir kemur pekkinum yfir á kantinu og það er Robin Páls á endanum. Skot hátt yfir. Neglur sending á Sölvi hérna upp miðuna. Sölvi bara komin í gegnum allt þetta. Hvað gerir Sölvi? Það er hangið dómur hér. Já. Það er 2 mínútur fyrir að krækja. Sýnist að vera Vignir Arason bara að setjast í bóksið. 2 mínútur fyrir að krækja hann Sölva. Eskeringar komnir aftur á yfirtöluna. Það eru Eskeringar sem svona ná að vinna pökkinn hérna upp úr þessu uppkasti. Hinnir í horninu, Sölvi hér á kantinum, Axel á bláu. Bjarki kemur pökkinn með á kantinn, það er Kári. Þeir leika sér létt með pökkinn hana. Ágætist tilraun hana hjá Kára. Axel tekur skotið. Pökkurinn laus. Ennþá laus. Mikil daranas og hér er flautað. Mér sýnist Sindri hafa dæmt mark hana. Pökkurinn var laus hérna verið fram markið. Við sjáum hérna í smá endursýningu. Pökkurinn er laus hérna og þeir eru að reyna að skóplóra einhvern veginn í strákarnir. Og það tekst á endanum.
Staðan er 1-0, Essir í vil. 7 mínútur og 40 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Nóg á hokki eftir. Eins og seinasti leikur þessara liða, þá var jafnt á næstu öllum tölum í leikslok eða eftir venjulegan leiktíma. Það geti verið alveg það sama upp á teinunum hér í kvöld. En við bíðum spennt. Eitthvað verið að hingra eftir að refsitíminn hverfi á klukkunni. Og þarna fór hann og þá getum við fengið uppkast á miðju. Og það eru Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast. Kristján Albert hér fer með pökkinn inn. Hann að eiga við 2 bláa treyjur. Getur verið erfitt. Aftur er skoti í dómarann. Og Pekkerum og endanum skoti í frystingu. Það var Bjarki Jóhannesson sem átti seinustu snertingunni í pökkinn áður hann fór inn. Stóðsendingin sett á Sölva og Egil. Eskfirðingar vinna uppkastið hér. Og hér eru Eskfirðingar að fá dóm. Það er Birkir Árnason sem er að fara í boxið. Líklegast var mínútur fyrir að hindra eða interference. Það eru Fjölnismenn sem vinna uppkastið. Skot hér á. Ævar náði að taka þetta á öxlina. Fínt skot hjá honum. Viggo. Viggo kemur hér. Skilur pökkinn eftir fyrir Fal. Emil. Það eru Róbert. Róbert næður pökkinum ekki alveg. Eða hvað, jú, nei. Emil hérna tekur stjórnin á þessu. Viggo. Kemur pekkinum yfir á Viktor. Róbert. Viggo. Emil. Fínt spil hjá Fjölni hérna. Viggo kemur pekkinum aftur niður. Það er Viktor. Viktor er með kemur pekkinum að Emil. Það er Emil sem fipast á taka á móti sendingunni. Daniel er að hreinsa út en það gengur ekki. Róbert. Emil. Viggo. Emil og Viggo hér eitthvað að pingponga pekkinu á milli sín. Viggo með lúmska sendinguna fyrir. Það vantaði killu hjá einum. Einni svartir treyju. Emil. Það tekur skotið. Það lendir í vörninni. Og þarna var ágætis tilraun. Emil með stungusendingu á Fal sem speklaðist framjá. Emil hér í baráttunni við 2 bláa treyjur. Þetta verið erfitt. Viggo. Martin. Viggo. Viktor. Skot. Þetta rétt fór yfir þörstána. Martin hér á blálinu. Hann skautar bara inn. Kemur bakhanda sendingu. Frekar háa. Á hann Fal. Erfitt að ná henni. Refsitíminn að renna út. Skot. Bylming skot hjá Martin.
engin frysting, segja þeir dómararnir. Birkir var hana fremsti maður. Áfram með Martin í baráttunni hérna uppi battan. Nú við Heiðar Kristjánsson. Hann áfram í baráttunni í horninu hérna. Bökkur hérna rétt úr horninu. Eða hvað? Jú. Kristinn Albert sem tekur bökkinn hérna. Hann skautar hérna áfram. Fram hjá Bjarka. Bjarki sér við hann og skermar hann út. Ágætis útspil hérna hjá SR-ingum. Það Kári. Skilur eftir Axel. Axel reynir að lauma honum aftur á Kára en það gekk ekki alveg. Heiðar tekur skotið. Arnar kemur bekkinum aðaleið yfir. Það Bjarki. Hann skóplar bekkinum inn. Kári náða að blaka hann niður og setja hann fyrir sig. Hilmar reyna hann að taka bakhanda skot vondri stöðu. Þeir kemur Styrmir á siglingunni. Skilur pökkinn eftir, einhver smá miskilningur á milli hans og Ævars. Það Jóhann Már sem nær pekkinum hérna. Kemur pekkinum inn í svæði. Og Sölvi komið með pökkinn hérna núna og siglar hann áfram hérna, niður kantinn. Reynir hann að lúmst skot með ísnum. Það vantaði örlítið kraftinn í skotið til þess að það hefði getað skilað sér. Það eru Fjölnismenn sem vinna uppkastið en SR-ingar eru hann að gera eitthvað tilkall til hans. Dr. Bergson til Vignis. Tekkinum áfram. En það hafa verið Viggo hann á kantinum. Já. Það hendur hann með Emil hér. Sendir pökk bakandasendingu en það Níels sem kemst inn í þessa sendingu. Daniel sendir pökkinn áfram á Gunnlaug. Gunnlaugur hér með pökkinn. Endur hann með að Falur sem hendi pökkinu bara inn í svæðið. Fría þetta aðeins upp. Bjarki tekur létta snúning bak við markið og fellir vinsinn Róbert Pálsson. Kári tekur skotið. Þetta var lúmst skot hjá Kára. Þessi skot sem eru tekið svona þegar maður fyrir framann skotmanninn og þetta ekkert verið erfitt fyrir markmanninn að sjá. Styrmir hefur eflaust séð þessi skot oft áður. Styrringa vinna eitthvað stið. Birkir Annarsson með skoti bara lendir hérna í vörninni hjá Fjölni. Jónatan sendir yfir á Axel. Axel kemur hérna sér í færi. Hvað gerir Axel? Tekur skotið og það er vítt framhjá og lendir hérna í vörninni líka. Jónatan kemur bekkinum alveg hinum meginn yfir. Birkir Jónatan með sér stjórn á pekkinum hana og pökkurinn endar í höndunum á Úlfari. Úlfar kemur pekkinum áfram á Jóhann Már yfir á, ég held að það sé hann Kyle McCann. Axel kemur pekkinum yfir á Birki. Birki tekur bara skotið á markið en það er vítt framhjá. Jóhann Már
skóplar pekkinu minn áfram og þessi pökkur rennur alla leið í frystingu. Það eru Eskir sem vinna þetta uppkast. Ævar fór beint í skotið þarna. Margt vitlausara. Ágætið samspil hér bak við markið. Hér eru að fá einhverja dóma. Eitthvað sem gerst með svona markið. Og svo er hér atvik. Já, þetta er ekki gott. Bjarki að fara út af ísnum. Það verður áhugavert að sjá hvaða dóman hlýtur fyrir þetta. Mér sýnir Kristján Albert vera helstil angaður eftir þessi viðskipti. Sindri Gunnars er að ræða hér við fyrirliðana og aðstofa fyrirliðana væntanlega þetta atvik. Hvað hver verður dómurinn? Einhver bið hér á eftir dómnum. Hvað er Sindri að rita niður í bókina sína? Spurning hvort að hann hafi verið að gefa dóm líka á atvik sem áttur yfir ramman mark Fjölnis rétt áður. Nú er verið að tilkynna dóminn til ritarabóksins. Sindri að koma hér á bekkinn til SR. Það er komin dómur hér upp á töfluna. Það eru 5 mínútur, hvorki meira né minna, sem Bjarki fær að dúsa í bóksinu. Það þýðir að SR mun spila manni færri í 5 mínútur, þó svo að þessi skorað á þá. Þá núllast refsitíminn ekki út. Þetta getur verið erfitt fyrir SR-inga að spila 4 á 5 í 5 mínútur.
og það er uppkast í varnarsvæði SR. Það eru Gunnismenn sem vinna þetta uppkast. Viggo með sendingu niður á Emil hérna. Daniel sem kemst inn í sendinguna og skópla Pekkir út á svæðinu mínúta eftir að fyrsta leikluta. Já, hann fær 5 mínútur fyrir interference. Hann Bjarki. Fín sending á Fal frá Viggo. Hér er allt opið. Þannig leggja mennum hver annan fyrir hann. Ómar Söndursson hendir Pekkinu bara niður í svæðið. 30 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Robert kemur inn upp. Sendir yfir á Emil. Emil missir rétt stjórn á Pekkinum hérna. Pekkinum komin í hendurnar á Viggo. Viggo salir rólegur 10 sekúndur eftir, ekki mikill tíma eftir. Emil kemur Pekkinum yfir á Fal. Fal er yfir á Martin. Aftur á Fal og hér rennur leiktíminn út í fyrsta leikluta. Staðan 1-0 fyrir SR. 40 mínútur eftir að hokkið. Við ætlum að taka stutt hlé, fylla kaffibóllana og svona. Sjáumst þetta.
og góður árandur. Það er inn á í mínúta þangað til að annar leikluti hefst hér í Laugardalum. Staðan er 1-0 Essir í vil. Skot tölur fyrir fyrsta leikluta. 12 skot SR, 11 Fjölnir. Eins og sagði áðan, þessi lið eru nokkuð jöfn á tölunum stundum. Hér er von á hörku lotu. Bjarki Jóhannesson situr enn í bóksinu. Mun vera þar næstu 3 mínúturnar og 48 sekúndum betur. Við vonum að Kristján Albert hafi ekki hlutið varanlegan skaða á þessari tæklingu sem hann var fyrir áður. Ég ekki hvort hann hafi komið hér aftur á ísinn. Það breytir engu það. Fjölnir mun spila á yfirtölunni í þessa 3 mínútur og 48 sekúndur. Það er þokkalasta mæting í dalinn í kvöld. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. Viggo tekur bökkinn inn. Birgir Arnarsson mætir honum. Og það er Sölvi Atla sem er að kasta bekkinum alltalið yfir. Axel Orangan hann að fjall við réttu battan. Það getur verið afar óþægilegt, en það er Emil Ólengaard sem kemur hér upp. Með honum er Falur. Kemur upp kantinn hérna, sendur að Robba. Robba getur skotið fast við ísinn. Ævar speklaði þennan pökk bara í horn. Heiðar Kristján sem skópla bekkinum út í áttina Axel, en það er ekki gert neitt úr því. Robin með langa sendingu hér á Viktor Svavars. Viktor nær ekki alveg sendingunni, þannig að við fáum frystingu. Tvær mínútur og 50 sekúndur eftir að yfirtölunni hjá Fjölni. Fjölnir sem er uppkastið. Það er Vignir sem kemur hérna upp kantinn. Kemur á siglingunni bara. Framhjá allt og öllum hérna, alveg djúpt niður. Sendir yfir á Hilmar. Aftur Vignir. Tómas. Vignir með skotið. Lúrðir þarna fyrir fram að markið Andrew Jacob. Nei, þetta hefur verið Kristján Albert. Hann er þarna ennþá. Kristján. Þetta er yfir á. Það hefur verið Martin. Vignir. Tómas þarna mætir hann á Sölva. Þessir engar einhverju vandræði með að koma bekkinum út úr svæðinu. Ævar tekur bara skotið út úr svæðinu.
Bökkurinn endir í höndunum á Vigni og Egill klessir létt á hann. Kristján Albert hér í baráttunni. Áfram eru F-sýringar að ná að verjast þessu áhlaupi, þessari yfirtölu hjá Fjölni. Gott ykkur þetta snúningina. Snúningin á fas. Fara hann aftur. Og hérna liggur Vigni að stað. Hann með kraft í löpunum hérna. Ykkur þetta snúningin hérna. Níels sér við honum. Hendun á Viktor sem sækir pökkinn. Kemur niður á Emil. Emil kemst fram hjá Níels. Siglir inn í svæðið, reynir hérna skotið, lendir hérna í vörninni hjá SR. Það er mínúta eftir að yfirtölunni hjá Fjölni. Falur tekur snúning í hornið. Sendir á Emil. Emil leggur inn á stað, hann kemur inn upp kantinn. Axel er að koma bekkinum í burtu. Og Fjölnismenn þurfa að byrja að spila upp á nýtt. Robby hér sendir yfir á hann Hilmar. Mér sýnist F-sýringa að vera að fá enn annan dóminn. Og nú fyrir að slá eða að slassing. Það er Birgir Árnason sem er að fara í bóksið í 2 mínútur. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast, en það er Ómar Söndrason sem kemst inn í þetta. Það er Martin Simonek sem kemst svona áfram með þetta. Ágætið samspil hérna hjá þeim. Kristján Albert hér grátinni. Bökkurinn endar í höndunum á Tómas. Tómas róar aðeins niður. Vignir, Martin siglir inn og tekur skotið í Ævar. Bjarki komin inn á, þeir spila 4-5. Bjarki hér bara göslar pekkinum út. Vignir snýr innan við. Hér fáum við flaut. Martin Simonek sem er að fara út af. Hann fær 2 mínútur fyrir að krækja. Þeir munu spila þá 4-4 í 1 mínútu og 22 sekúndur. Þetta getur oft verið skemmtilegt. Sjá liðin svona 4-4. Gefur mönnum meira applás og býður upp á svona meira spil og leikni hjá leikmennunum. Það er Fjölnir sem vinnur uppkastið. Viktor hér skautar og hann hendir pekkinn og var á djúpt inn. Ævar greip pökkinn og hann var ekkert að hleypa pekkinum aftur í spil. F-sýringar vinna uppkastið. Sölvi hérna snýr úr horninu. Það kemur hérna áfram. Sendir pökkinn yfir á kantinn. Það er Axel Orangan. Hann sendir bakkatasendingu á Styrmi Mók. Styrmi hafið færi heldur að skjóta honum en var komin aðeins svo djúpt niður. Axel tekur skotið. Endar hann í fangin á Styrmi Erni Snorrasyni.
Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast. Robby sendir pökkinn þvert yfir. Það er Þorgils sem tekur stjórn á pekkinum. Níels sendir hérna yfir á Egil. Glæsileg speglasending. Egil tekur hérna léttan snúning á blálínni. Þorgils tekur stjórnina hér blálínni. Fínasta skot hjá Gunnlaugi Þorsteinsyni. Þeir láta bara skotinn inn á markinu, Hreðarseyringarnir. Styrmir Mokkan kominn bak við markið hjá Fjölni. Það er Robby kemur pekkinum niður á Vigni. Vigni fyrir að róli heitunum upp, hendur yfir röðu. Nú eru Hreðarseyringar komnir á yfirtöluna. Þeir eru 5. Axel upp miðjuna alveg á siglingunni og hann tekur bara skotið fast. Það lendir hann í vörninni og þau framhjá. Kári Viðar og Sölva. Bjarki með fast skot við ísinn. Lúmsk sending hjá honum Níels. Nei, þetta var Heiðar fyrir gefið. Heiðar heldur náfram með bláu. Tekur á Axel. Liðin spila fullmönnu núna. Martin Simone kom hérna beint í spilið. Bjarki nær að halda pekkinu niður í svæði Fjölnis. Heiðar reyna að koma pekkinu fyrir. Sendingin ekki alveg nógu öflug. Kári kemur pekkinum aftur fyrir. Pekkunum í hotninu hérna. Og það er Axel sem nær pekkinum út. Hann kemst hérna út. Róar þetta eitthvað aðeins niður. Það er að bíða færis. Og skotið. Þetta var í killuna hjá honum Styrmi Erni í markinu. Kári reynir hérna bakkatasendingu sem hernast ekki alveg, lendir hann í varnarmúrnum hjá Fjölni. Bjarki snýr hérna við. Það var Heiðar leggur á stað. Það kominn inn, skýlar hann eftir fyrir Kára en það er komist inn í þessa sendingu og einnig þessa sendingu. Löng sendingin yfir. Það er Heiðar sem kemst inn í þessa sendingu. Það er Viktor sem hirðir hana. Vignir róar aðeins niður. Þetta er nefnir Emil yfir á kantinn. Emil snýr hérna við. Vignir aftur. Stungu sending á Martin Simonek en hann var ekki alveg nálægur í pökkinn. Daniel Utuma hér. Unnin að pekkinum. Á honum Emil Ollengård. Við sýnist það er að koma inn dómur á Esselinga. Þannig að við Styrmir Örn Snorrason komin úr markinu og aukamaður inn á. Leggur Tómas á stað. Tómas er komin inn að sendir yfir á Viggo. Viggo komin inn í hornið. Og hér er sending fyrir. Skotið lendir í vörninni hjá SR. Það er Birgir Arnarsson sem nær pekkinum og þá er flautað. Það er Pétur Mokk sem fer í refsingu hér. Það er myndur fyrir Háa Kilvu. Aftur eru Fjölnismenn komnar í yfirtöluna. Og það eru þeir sem vinna uppkastið. Kristján Alberg. Svekkjandi yfir á Martin. Martin tekur skotið hérna og hendir svo pekkinu djúpt niður. Það er Vignir og einnig Þorgils. Tómas. Pekkinu reynir hérna stungusendingu fyrir. Egil Þormós skópla pekkinum út. Það er Þorgils sem fer í pressuna, háa pressu. Martin komin í gegnum allt og alla. Eða hvað gerir hann? Hann tekur skotið. Ævar ver þetta.
Það er Viktor Örn sem kominn aftur í spilið og er með pökkinn hérna. Pökkinn er á Fal. Sendir hérna yfir á Hilmar Róbert. Hilmar aftur. Fyrir Hilmar, hann fer inn. Tekur skotið og hann lendir hérna í Ævari og framhjá. Róbert missir pökkinn næstu hérna út fyrir bláu. Hilmar, konfaginn, sendir hérna yfir. Ævar næri ekki að koma pökkinum út. Frumu skot. Bara yfir hausamótunum á Ævari og yfir þverslána. Falur. Hann er ennþá með pökk í baka markina. Sendir yfir á Robba. Robbi yfir á Emil. Emil reynir hann að létt skot hann en hefnaðist ekki alveg. Viktor greinlega settur við frá markið. Þetta er stór strákur. Falur. Róbert. Emil. Róbert. Og svo skot. Steilla framjá og yfir og allt og inni. Pökkun er inni. Eftir mikið harðfylgi ná Fjölnismenn að jafna leikinn hérna. Við sjáum þetta endursýninguna. Fínasta spil hjá Fjölni hérna á milli manna. Hérna kemur fyrsta skotið og pökkurinn skoppar á milli manna og endar inn í marki Esseringa. Staðan orðin 1-1 og önnur lota rétt tæplega hálfnuð. Það eru Esseringar sem vinna þetta uppkast. Birkir yfir að Bjarka. Bjarki sendur yfir að Kára þarna en Kári náði ekki alveg að taka pökkinn með sér. Hér kemur Úlfar. Það er hérna Jóhann Mar með honum. Ágætis samspil. Úlfar aftur. Eitthvað misheppnaðist skot þarna, pökkurinn kominn í hendurnar á Axel Orangan. Hvað gerir Axel? Hann er kominn inn og hann, hvað? Pökkurinn fer framhjá. Markið er farið. Leikurinn stöðvar. Sjáum kannski smá endursýning að þessu hérna. Það er Fjölnismaður sem rennir í markið og tekur það af. Sannarlega var færi hann fyrir Esseringa en þetta er oft erfitt. Pökkurinn endar í höndunum á Fjölnismönnum. Vignir. Fínasta spil hérna út úr svæðinu. Hilmar hér í léttum darradans við 2 Esseringa. Fyrirgjöf og skot. Og það er áfram. Martin. Pökkurinn laus. Áfram laus. En markið er farið. Þetta var nú rosaleg dag sem við sjáum þetta hérna kannski aftur. Hérna kemur skotið, Martin með skot hér. Það er áfram. Mikið og hér er pökkurinn eiginlega laus. Ævar sinnar að pota bekkinum út og ja, átti auðan sjó. Áður hann Sindri Gunnars flautaði leikinn, stoppaði hann. Línuverðir
Ja, línudómararnir eru eitthvað að eiga í markið. Mér sýnist að þeir eru að laga þetta núna. Og við fáum uppkast í svæðið þessir. Það Fjölnesi vinnur uppkast. Nú kemur Pekkinu niður. Róbert siglir inn í miðuna hérna. Kemur hérna yfir á Viktor yfir á kantinum. Emil djúpt niðri. Emil eitthvað þvælast í dómarunum en það Viktor sem reddar þessu. Emil. Fínt spil hérna hjá þeim. Ágætis tilraun, skottilraun hjá honum Róberti. Nú eru menn eitthvað að æsa sig. Mér sýnist Viktor Örn Svavarsson hafa látið kappið bera sig ofurliði. Já, hann að fá hér 2 mínútur. Og liðin spila 4-4, alveg svo áðan, það býður upp á meira pláss og meiri hraða og ýmislegt skemmtilegt. Það Fjölnesi vinnur þetta uppkast, þeir skopla Pekkinu bara út. Axel sækir hann hér og róar hérna aðeins á bakvið. Kemur Bjarki, sendingi yfir á Egil hérna á kantinum. Egil til Nas, siglir í miðuna. Kemur Pekkinu aftur yfir á Axel. Bjarki sendir hérna yfir á Heiðar en náði ekki alveg að taka á móti Pekkinum. Esseningar ná samt að stýra þessu. Það Heiðar sem nær að koma til hún í pökkinn og á Axel. Axel hérna reynir skópla Pekkinum einhvern veginn að marki. Hér má hætta ferðum. Það Úlfar sem komið með pökkinn hérna. Nær ekki að hleypa af skoti. Pökkurinn endar í höndunum á Axel. Hann komin hér inn. Reynir hérna laumu sendingu fram hjá Viggo en það gekk ekki. Þeir eru komin 2 á 1 Emil og Viggo. Viggo. Skot á mark! Agalega fínt bakhanda skot hjá honum Viggo. Beint upp í þagnetið. Við sjáum þetta hér. Hvernig ná að spila sig hérna. Fín sending hjá Emil. Og hann tekur bara bakhöndina yfir griphanskan hjá Ævari og í þagnetið. Já, góður Hálsvar. Staðan á honum 2-1 fyrir Fjölni. Áfram spila liðin 4-4. Baráttu hér. Viggo kemur Pekkinu niður í horn og hann Kópur með langa sendinguna fram, endar í höndunum á Birki. Birki kemur Pekkinu yfir á Sölva. Sölvi kemst hérna framhjá, kemur Pekkinu á Kára. Birki. Pökkurinn hérna eitthvað að dansa hér í krísunni, nei, slottinu meina ég. Birkir gaf pökkinn bara á gamla liðsfélaga sinnan Emil. En þeir eru ekki saman í lið í dag.
Birgir gefur pekkinum á Sölva. Sölvi tekur léttan snúning hérna. Fínasta samspil hér. Stungu sending fyrir fram á markið. Það Kristján Albert sem reynir að komast fram hjá Þorgils. Það ekki alveg. Pétur og fleiri reyna að ná Martin Semrek niður. Heiðar hér fellur við. Pekkinu kastað út. Engin frysting út af því að Fjölnismenn eru 4. Eitthvað refsiklukkan að rugla með okkur. Það verður að leiðrétta þau mál. Það það leiðrétt. Fjölnis vinnur þetta uppkast. Martin reynir hérna skotila úr erfiðari stöðu en næði að koma pekkinum áfram. Það Eskeringa sem stjórnar pekkinum þar. Níels með pekkinum, kemur pekkinum og Egil tekur bara skotið. Og hann svolítið hátt yfir. Liðin spila 5 og 5. Þorgils eiginlega einn og óstuttur þarna. Það Úlfar sem nær að vöðla sig hérna í gegnum allt og alla inn í slottinu hjá SR. Og hér Styrmir Mokka uppskera refsingu. Sýnist 2 mínútur fyrir Bording. Þá eru Fjölnismenn komnir á yfirtöluna í 2 mínútur eða svo. Fjórar mínútur og 42 sekúndur eftir öðrum leikluta. Já, mér sýnist SR-ingar kalla hér timeout. Leiklipp. Við bíðum bara slög hér meðan þessar sekúndur líða. Það eins og ég hélt. Steinn Mokk fær 2 mínútur fyrir Bording. Eða ákeislu við Battar. Ég lýsi eftir íslensku fræðingum til þess að koma með góðar þýðingar á þessum brotum hjá okkur. Þangað til mun ég reyna að koma með tillögur hér í útsendingunni svona sitt á hvað. Já, fáum við uppkast hér í Martnarsvæði SR. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. Robby reynir hann að sendingu niður á Emil. Robby leggur inn að stað. Skýlir pökkinn eftir fyrir Viggo. Pökkurinn fer hérna til Emils sem sendir pökkinn alla leið yfir. Þar Robert. Aftur yfir Emil. Viggo. Emil.
Emil Róbert. Róbert. Níels pressað stíft á hann. Og hér færi, hérna Níels kominn á stað. Hvað gerir Níels? Hann tekur stoppið, en Róbert sér við honum. Það endan á Róbert sem nær pekkinu, langa sendingu fram. Kemur pekkinum yfir á Viktor Svavar. Viktor, hvað gerir Viktor? Tekur reynar að komast pekkinum áfram. Tekst það. Vignir. Kristján Albert. Martin, löng sending yfir. Það Hilmar. Stungu sending hann á Tómas sem lúrði fyrir fram markið. Tómas aftur stungu sending hann. Laumur sending á hann Vignir Ara sem var hann. Tæpar 30 sekúndur eftir að yfirturni á Fjölni. Það Eskfirðingar sem vinna þetta uppkast. En það eru komnir þrjár svartar treyjur í að ná pekkinum hann. Sendingin yfir, Martin. Martin reynir að skotið, lendir hann í leggkleifunum á Heiðari. Hilmar tekur bara skotið aftur í leggkleifunar. Það í þetta skipti hjá honum Kára. Martin. Hann hendir pekkinu bara niðrittir og yfir. Það Arnar. Hilmar mætir honum. Engin frysting segja línumennir. Tómas sendir pekkinu áfram á Martin. Martin missar hann létt frá sér. Það alls konar í gangi. Kári hérna fyrir á móti Kyle. Jón Albert gefur pekkinu tilbaka á Martin. Martin að leika hér létt á Axel. Gefur pekkinu áfram á Jóhamar sem siglir hérna í svæðið. Hann reynir að koma pekkinum áfram. Hann ennþá með pökkin. Kemur yfir á Úlfar. Úlfar skýtur í varnarvegginn. Kemur pekkinum djúpt niður í svæðið. Engin frysting ennþá. Það Úlfar að leika létt inn á Ævar. Úlfar að reyna að sigla í gegnum Daniel og Tóma en það gengur ekki. Kristján Albert. Það allir komnir hann í hornið. Sölvi tekur hérna pökkinn, tekur stjórnin á þessu, kemst hérna áfram. Það er Ævar en það línumaðurinn sem flautar rangstöðu hér. Rétt rúm mínúta eftir að öðru leikluta. Stand 2-1 fyrir Fjölni. Eskfirðingar að vinna uppkastið. Níels kemur pekkinum djúpt inn í svæði Fjölnis. Það eru Eskfirðingar sem vinna þetta, eða hvað? Fjölnir að uppskera hér refsingu. Viktor Svávarsson að fara aftur í bóksið. Nú fyrir Háa Kilvu. Þá eru Eskfirðingar í yfirtölunni núna restina af þessari lotu. Og eitthvað inn í þá næstu. Nema þeir ná að skora núna næstu 62 sekúndum eða svo.
Vestfirðingar sem vinna þetta uppkast. Kári, Axel, það er þannig sending og Sölva, lúmst bakhandaskot hjá hann Magli. Hann verið frá markið, hvort það var Níels, ég náði ekki alveg. Níels komið hérna niður kantinn, sendur á Egil. Pökkurinn eitthvað hoppar á skopparina. Axel tekur, Kári tekur skotið. Vantaði einhvern létta mannskapana fyrir fram marki hjá Styrmi. 15 sekúndur. Axel leggur á stað hérna. Sendur á Heiðar. Heiðar missar hann létt frá sér. Ævar reynir taka skotið, lendir hann í vörninni og Fjölni. Ævar Þór tekur hérna stökkið út úr markinu og annar leikluti rennur út. Sannarlega fjörugur leikluti að baki. Við ætlum að fylla á kaffið og fleira. Sjáumst aftur eftir 15 mínútur eða svo.
Jæja. Nú fer að hefjast þriðja og síðasti leiklutin í þessum ansi fjöruga og skemmtilega leik. Fjölnismenn búin að býta hressilega frá sér. Náðu að skora 2 mörk í seinasta leikluta. Staðan er 2-1 fyrir Fjölni. ...20 mínútur eftir að þrjusu spennandi hockey. Eskfirðingar byrja á yfirtölunni. Þar sem Viktor Svávarsson meldi sér í 2 mínútna refsingu fyrir háa kilfu. Eða high sticking. Fjölnismenn vinna þetta uppkast og grýta pekkinum alla leiðir niður í svæði SR. Það er Axel og Sölvi sem létt spil á milli sín hér og koma pekkinum áfram. Það er endan Kári Arnar sem hérna sildi niður miðjuna, pökkurinn eitthvað óþægur við hann. Fínasta stungusending á Axel í killunni hjá Sölva. Áfram eru Eskfirðingar með stjórnun á pekkinum. Sölvi hérna í kantinum á Kára. Kári tekur skotið. Styrmir varði þetta. Það er endanum Martin Simanek sem kemur pekkinum út. Skuttar honum á Ævar sem kemur pekkinum á Kára sem er á fjær kantinum. Þar er hann pressaður hressilega. Refsitíminn rennur út hjá Fjölnismönnum og þeir eru orðnir 5-9. Pökkurinn hér skoppar hér fram hjá nær öllum. Endar í höndunum á Tómasi sem kemur pekkinum áfram hjá Kóp. Kóp er að koma pekkinum út úr svæðinu en erði ekki. Birkir kemur pekkinum áfram inn í svæði Fjölnis. Það er Heiðar Kristjáns sem kom með pökkina núna. Á honum lendir Viktor Svávarsson. Það er Styrmir Steinn sem er komin hérna að hendi pekkin bakvið á hann Heiðar. Og þá lendir hann á milli tveggja fullvaksta leikmanna Fjölnis. Það getist tilurinn hjá Heiðari þarna að skora. Hér fáum við frystingu. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast. Viktor, títtnefndur Viktor Svávarsson kemur pekkinum út á kant og hann er svona komið svo alla leiðir niður í svæði SR. Viktor sem kemur pekkinum og reynir að koma pekkinum hann niður og svo út á kanten. Pökkurinn endar hér í höndunum á Níels Hafsteinsinni. Ágætis færið hann fyrir Axel Ónangan. Og fáum hér aðra frystingu. Ester vinnur uppkast. Arnar kemur pekkinum að niður svæðið. Það eru ansi margar svarta treyjur og þó nokkra bláar.
Ævar hér leggst aðeins á pökkinn og kemur pekkinu með Bjarka. Bjarki sendir þetta beint yfir á Pétur. Pétur yfir á Styrmi, bróður sinn. Úlfar reynir að koma pekkinum hérna áfram en sendingin ekki nógu nákvæm og rennur í frystingu. Og við fáum uppkast inn í varnarstæði Fjölnis. Það eru Fjölnismenn sem á stjórn á þessu uppkasti. Jón Albert hér kemur úr horninu. Pökkurinn endar hér í höndunum á Róberti Pálssoni. Hann siglir inn. Reynir þetta skotur löngu færi. Þetta var góð tilraun hana til speglunar. Martin Simonek missir hérna pökkinn létt frá sér. Sendir hann yfir á Vigni. Vigni kemur hann inn. Skilja hann eftir fyrir Hilmar. Vignir, það gerir Vignir, reynir hann að vefja utan pökkurinn eitthvað laus hana. En hér er leikurinn stöðvaður. Svo sem ekkert verið að útdeila refsingum hérna í þessu, en það var ekkert þarna. Það er Fjölnismenn sem vinna þetta. Emil þarna með Tómasi baráttunni, en þeir missa pökkinn frá sér. Sölvi kemur pekkinu með Styrmi. Styrmir er fyrsti maður í pökkinu í svæðinu. Það er Falur líka með honum. Falur hendur pekkinum allir yfir á kantinn. Jónatan hendur pekkinum niður. Það er Ævar. Ævar hérna siglir niður. Fínt samspil hérna hjá þeim og frábært mark hjá Sölva Atlasinni. Sjáum þetta hér í endursýningunni. Þeir spila pekkinum hérna niður baka markið. Sjáum það hér. Hérna með niður. Og svo hérna og bakhandar skot hjá Sölva Atlasinni. Gríðir skotmark. Hleypir sannarlega spennu og líf í leikinn á ný. Ekki það hann hafi verið eitthvað þreytandi eða leiðilegu fyrir. Staðan 2-2. Refsiringar sem vinna þetta uppkast. Arnar reyna að koma pekkinum minna áfram úr kantinn. Birkir hendir pekkinu bara niður í svæði Fjölnis. Eitthvað virðist þessi sending hafa átt að fara á einhvern en þar var enginn. Kári Arnarsson, Úlfar Jón Andriðsson fara í uppkastið. Þetta var nú svona klassískur knuckle-puck eða hnúapökkur sem hefði geta auðvitað skoppað inn. Það er Kyle sem kemur pekkinum inn í svæði, fellir enda við. Það er Úlfar mættur á staðinn meðan með Hilmar. Þeir sjá létt við þeim, Axel og Daniel. Heiðar kemur pekkinum áfram yfir og Jónatan. Það er Kári sem hérna siglir með pökkinn staðið kantinn. Hann kemst hérna fram hjá
Martin Simonek. Pökkurinn endar hérna aftur í höndunum á hann og hérna sendingi fyrir. Það Birgir Arnarsson sem horfir yfir upp. Róar þetta bak við markið. Sendir niður á Bjarka, þetta Sölvi. Birgir tímur áfram. Þarna Bjarki. Bjarki skóplar Pekkir með bakhandinn inn. Pökkurinn endar í höndunum á Sölva. Sölvi sendir Pökkinn fyrir. Fyrir gegnum allt slottið. Martin Simonek sem hérna kominn inn. Hann tekur skotið bara beint í brjóstkassan á Ævari markmanni SR. Tómas hérna róar það niður, sendir á Emil. Emil hérna fer niður á kantinn, reynir að senda Pökkinn yfir. Það Egill Þormóðsson sem kemst inn í þetta. Hann skóplast hér í gegnum allt og alla. Mikil barátta hér Pökkinn miðuna. Það endar með að Gunnlaugur Þorsteinsson sem hendi Pekkir niður í svæðið. Tómas skautar inn upp. Reynir að koma Pekkinum í gegnum SR þvöguna sem hérna á miðunni. Gunnlaugur tekur bara skotið hátt yfir. Nú verða menn að passa sig. Hvert brot í þessum sínustu mínútum þessa leikluta geta orðið dýrkeyptar. Viktor Viggo hendir Pekkinu bara í skautan á Heiðari og það bara beint í hendurnar á Kára Arnarssoni sem skautar hérna áfram. Hendir Pekkinu djúpt niður. Jóhann Már missir Pekkinu frá sér. Pökkurinn eitthvað dandrar þarna í háslottinu. Það Úlfar sem tekur stjórnin á þessu. Jón Albert. Það Úlfar sem að snúa af sér Jónathan. Ágætis fyrirgjöfn í Úlfari upp á kantinn. Björnleysmenn eitthvað að róa þetta niður, taka skiptingu hérna svona meðan að færi er. Löng sending á kantinn á Robba. Robbi lætur Martin hafa Pökkinn. Martin hendir Pekkinum djúpt niður og alveg yfir. Það Kristján Albert. Hann ennþá með Pökkinn. Viggo líka. Hilmar fyrirgeði. Bjarki sendir ykkur Pökkinn út. Styrmir sendir Pökkinn langt yfir. Það Ævar. Ævar fær á sig bara hressa tæklingu frá Martin Simonek. Hann lengi upp eftir þetta. Martin kemur hérna. Martin tekur bara skotið. Ævar Þór Björnsson verður þetta. Hér snýst leikurinn við. Ævar Arngrímsson ósáttur við dómaleysið á tæklingunni á honum. Vildi meina að það hafi verið brotið á sér hérna. Vignir reynir að koma Pekkinum á fal. En Pétur kemur á Egil. Egil kemst inn í gegn. Reynir hann að fyrirgjöf. Fór bara hann í vörnina. Falur yfir á Emil. Emil skautar hann að stað. Reynir að koma Pekkinu gegnum Daniel. Tómas. Viktor fipast á sendingunni. Það Emil sem svona einhvern veginn að reyna að gera eitthvað úr þessu. Pökkurinn endar í höndunum á Emil aftur. Hvað gerir Emil? Emil reynir skotið. Lendir hann í Birki. Og það Kári. Pétur hendir Pekkinu bara inn í svæðið og skutlast í skiptingu. Tækling hér bak við battan. Hér liggur leikmaðurinn eftir.
einhverjum eftir. Já, hann staðinn upp. Jón Albert Helgason staðinn upp. Og við fáum uppkast. Tíu mínútur og 1 sekúnda eftir að þriðja leikluta. Það eru Eskfirðingar sem koma pekkinu inn í svæði. Martin. Sölvi fiskar pökkinn úr loftinu. Vignir á Martin. Hérna og Sölvi. Ævar kominn hér í darradansinn. Eitthvað eru fyrirliðar félagana að ræða við dómaraleiksins. Og mér sýnist Sindri vera að dæma þá báða út af. Bæði Hilmar og Ævar. Það eins og ég sagði áðan að öll svona brot á þessum tímapunkti í leiknum geta orðið afar dýrkeypt. Liðin spila á 4-4. Það er engin útjöfnun eða neitt. Þannig að við erum að sjá 4-4 hér. Ábyggileg hvað er 3. eða 4. skipti í leiknum. En það er allt í góðu lagi með það. Það er oft meira fjör. Það er bara 2 og 2 á þá 2 sem sitja í bóksinu. Það er Ester sem vinnur þetta uppkast. Axel róar hérna aðeins niður. Róbertsson kemst inn í þessa sendingu. Það er eitthvað smá fimbulfamb í gangi hérna. En það er Egill Þormósson sem næði stjórn á bekkinu minna. Egill sendir niður á Bjarka. Aftur er fyrirgjöfin hérna nautlúmsk. Martin Simonek reynar að leika hér á Bjarka og nær því. Skotið hérna á Ævar, það er hátt yfir. Robby Pálsson er að henda pekkinu niðri. Bæði lið hendast í skiptingu. Sölvi leggur hérna stað. Styrmi missir pökkinn frá sér. Tómas Viggo hérna, skautar hérna upp kantinn. Komin á ferðina. Reynir hann að skot. Það hafði framhjá. Viktor er á Emil. Viggo. Sölvi reynir að koma pekkinn á Styrmið þarna en sendingin ekki alveg nógu nákvæm. Pökkunin rullar í fristingu.
Það er Eskfirðingar sem vinna þetta uppkast. Styrmir. Sölvi missir pökkinn frá Úlfar, sendir pökkinn yfir á Kristján Albert sem rétt náði ekki að hleypa af og hér er komin dómur, gott fólk. Styrmir Steinn er að fara í 2 mínútur í kælingu. Þeir munu spila 4-3 í 25 sekúndur eða svo. Svo koma þeir Ævar og Hilmar inn á ísinn. Þá spila Fjölnir á yfirtölunni í 1,5 mínútu cirka. Það er Fjölnir sem er að vinna þetta uppkast. Emil hérna í kantinum. Birkir að reyna hann að stungusendingu á Kára. Nei, þetta er hann Gunnlaugur Þorsteinsson minna ég. Viggo hérna snýr hérna upp úr horninu á fullri siglingu. Löng sending var á kantinu Róbert. Róbert. Hér yfir á Kristján Albert. Það er Níelsen í pekkinum. Á vinsinn Gulla sem hendir pekkinum allalum yfir. Liðinu spila núna 5-4. Fjölnir eru 5 leikmenn, SR eru 4. Tómas kominn hérna inn í svæðið. Löng sending yfir. Kristján Lóður, Martin Simanek kominn með skot á Ævar. Tómas inn í barðan við battan. Martin kominn inn í þetta. Mikil baráttu pökkinn inn í horninu. Þannig að Bjarki sem kemur pekkinum á horninu hérna. Sendir pekkinum á kantinn, það er Martin. Martin kemur hérna, tekur skotið á Ævar. Ævar var ekki lengi að stökkva á pökkinn hana. Ævar eitthvað ósagtur við Martin hana. Línudómararnir komnir inn í mixið. Sex og hálf mínúta eftir að þriðja leikluta. Fjölnir er á yfirtölunni í 30 sekúndur í viðbót. Það er Fjölnir sem vinnur uppkastið. Viggo reynir hana sendingu á Robba. Já, Níelsen komst inn í sendinguna og kom pekkinum út. Robbi komið með pekkin aftur. Viggo. Robbi aftur. Robbi hérna kemur sér neðan niður. Það koma einhverju spili hérna á milli sín. Emil kemur hérna. Nú spila 5-5. Orjar er á mark! Ég skal segja ykkur það. Þarna kom markið eiginlega bara upp úr engu. Nú sjáum við skotið og pökkurinn hana alveg laus. Þar var Viktor Örn Svavarsson algjörlega óvaldaður með opið mark. Var ekki að láta bjóða sér það tvisvar. Staðan orðin 3-2 fyrir Fjölni. Fimm mínútur og 56 sekúndur eftir. Það er Sölvi sem vinnur þetta uppkast. Missir enda pökkinn hérna í hendunar á Kristján Alberti. En hann er pekkin stjórnum verða pekkinu aftur.
biðin og við hjá. Hér komin dómur. Það Úlfar Jón Andrésson sem að fara í boxið. 2 mínútur fyrir að fella. Þá Eskeringar komnar á yfirtöluna í 2 mínútur eða svo. Þeir vinna hér uppkastið. Níels. Kári, Axel. Skot þarna. Róbert næði stjórn á pekkinum. Brýtur killinu sína þegar hann hreinsa út. Löng sending yfir á Kára. Kári með lúmst skot. Lúmst skot úr bara eiga í skrefinu. Við fáum uppkast hér aftur í varnarstæði Fjölnis. Það er Eskeringar sem ná að gera sér mat á þessu uppkasti. Heiðar reynir hann að sendingu í gegn. Gunnlaugur tekur bara skotið. Frákasti hérna beint fyrir framann. Þeir ná að reynsa út úr svæðinu Fjölnismenn. Eskeringar ná að sama skapi að stilla sér hér upp á nýtt. Löng sending fram á Pétur. Það verður Ævar. Ævar tekur þetta snúning. Sendir pökkinn djúpt niður. Það Heiðar. Heiðar sendir pökkinn fyrir. En Birkir nær ekki að halda honum inni. Ævar heldur hún hérna. Ég misefnu sending á hann Viktor. Viktor tekur skotið. Ævar verð þetta og reynir að koma pekkinu strax í spil. En það Tómas. Tómas. Sendingu fyrir. En það náði ekki að hitta á Samherja. Það Pétur, tekur skotið rétt yfir hausamót honum á Styrmi. Sölvi tekur skotið, lendir hérna í bara beint í bringubeininu á honum Styrmi. 20 sekúndur eftir að yfirtölunni. Axel yfir á Sölva. Sölvi hér fyrir gegnum 1, 2 og 3. Sendir pökkinn alveg yfir. Það Níels. Níels sendir á Kára sem lúrar á miðinu. Egillir hérna niðri. Liðin spila fullmönnuð bæði 2. Kári. Helstur og veik sending hann upp á Níels. Það Emil sem er með pökkinn og hann kemur hérna upp úr horninu. 3 mínútur og 20 sekúndur eftir að 3. leikluta. Emil. Löng sending hann yfir á Hilmar. Hér Sindri með höndu á loft. Hann að dæma hérna á þetta. Sýnist Hilmar Sverrisson vera að fara í refsiboxið. Sýnist Sölvi liggja hérna hálfpartinn á ísnum en hann nú að reisa sig við. Séu báðir að fara út af, sýnist það nú, bæði Sölvi og Hilmar.
Guðmundur Thoroddsen, þjálfari SR, er ekki sáttur við dómaralegsins. Við bíðum eftir að dómarnir komi hér upp á klukkuna. Eitthvað á boxið í eruleikum í klukkuna. Hún er búin að vera heldur leiðileg við okkur hérna það sem af við vetrar. Allir er allt saman komið. Ára konum 4-4 næstu 2 mínúturnar og það er SR sem er uppkastið. Það er Bjarki sem kemst inn áfram. Kári kemst í sendinguna. Nei, þetta var Gunnlaugur. Hérna er Bjarki. Kemur upp pekkinum á Gunnlaug. Það er Kári Arnarsson sem tekur völdin hérna á miðunni. Kemur hérna niður. Það er Tómas sem pressir á hann. Birkir stungur sendingin upp á Egil sem skóplar pekkinum áfram. Tómas fyrir Fjölni. Ekkur hérna stað, sendir yfir á Martin. Þeir eru róata niður, þeir þurfum ekkert að sækja. Þeir þurfum bara að drepa tíman. Egil baráttum í horninu. Kemur Kristján Albert. Með honum eru Úlfar. Kristján. Axel mætir honum. Vignir. Það er Birkir sem tekur bökinn undan markið, skautar hérna stað. Stungur sendingina niður á markið. Bökkur er laus og hann er á línunni! Ég skal segja ykkur það! Við þurfum nú bara að sjá þetta aftur. Það er svo Styrmir nær ekki að halda pekkinum hérna. Og það er skot og hann dansar hérna á línunni. Tólf sekúndur eftir að refsitíma bæði Sölva og Hilmars. Einu mínútu og 28 sekúndur eftir að leiknum. Það er Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast. Robert kemur pekkin áfram yfir á Viktor. Viktor hér geysist upp kantinn. Það er dómur á Esseringa. Og hér flautar hann. Og það er Axel Orangan sem er að fara í boxið í 2 mínútur fyrir að fella. Þá spila Esseringar 4-5.
Fjölnir vinnur uppkastið. Martin. Egill. Hér dæmi Sindri og háa kilfu á Martin Semanek. Ekki leikbrot með refsingu, heldur bara leikbrot þar sem uppkast tekið inn í svæði Fjölnis. Hér ákveðið tækifæri fyrir Ærsteyringa að reyna mögulega að jafna ef þeir ná að vinna þetta uppkast. Stilli upp í gott skot. Það er Fjölnis sem vinnur uppkastið. Viktor, Robby, Emil, Falur, löngsending yfir á Viggo, Viktor, 40 sekundur eftir. Bjarki sendur pökkinn að með kantinum og það er Viktor sem kemst inn í það, tekur skotið. Það er Birkir sem kemst fyrir skotið. Áfram eru Ærsteyringar í efrileikum með að koma pekkinum út úr svæðinu. Að sama skapi eru Ærsteyringar í efrileikum með að koma pekkinum áfram. 15 sekúndur. Löng sending yfir. Emil kemst í þessa sendingu og hendir pekkinu niður. Hér rennur leiktíminn eiginlega út og afar skemmtilegu leikur kominn á enda. Þá er fyrsti sigur Fjölnis þennan veturinn orðinn að veruleika. Leikurinn endar með sigri Fjölnis 3-2. Þessi leikur bauð upp á alls konar. Næsti leikur í Hersdeild karla. Hann er 15. október norður á Akureyri. Þar sem SA fær SR í heimsókn. Ef þið eru stödd norðan heiða eða í námunda þar við þá hvet ég ykkur innrið til þess að kíkja í höllina og horfa á þennan leik í hann er 15. október fyrirgefið. Síðan er næsti leikur í Hersdeild kvenna 16. október. Ég heiti Helgi Páll Þórðarson. Ég búið að lýsa hér leiknum í kvöld. Útsendingu stjórnaði Andrés Arnar. Við segjum takk fyrir og góða nótt.